verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að sjálfsögða að fara víða öll í dag eins og alltaf. Við ætlum að tala íþróttamál hér á Akureyri sem hafa verið í sviðsljósinu. Við ætlum að kíkja til Dalvíkur en þar kom nýr Björgólfur að heimahöfn í gær og voru heimamenn ansi ánægðir. Kíktum líka við í veislu þar í sama sveitarfélagi en þar var verið að opna bjórböðin. Við fáum til okkur í heimsókn strákarna sem að sjá þáttinn Mótorhaus hér á N4 og fáum að heyra hvað þeir eru að gera að þessu sinni. Og svo ætlum við að fjalla meðal annars raforkumál sem eru mikið til umræðu hérna utan höfuðborgarsvæðisins. En það er annað mál sem hefur verið orðið ansi heitt og það eru Vaðlaheiðargöng og við ætlum að byrja á því að ræða þau. Og það er dálítið gaman þegar ég var að tala við stjórnarmann í Vaðlaheiðargöngum, SST í Greiðri leið og í Vaðlaheiðargöngum, talaði að mögulega væru þeir óheppnastir allra í jarðgangaframkvæmd á Íslandi eða jafnvel bara í heiminum. Eigum bara að byrja nákvæmlega þar, bara á þessum punkti. Hvað gerir það að verkum að það er einhver sérstök óheppni í Vaðlaheiðargöngum meðan við aðrar framkvæmdir, jarðgangaframkvæmdir? Nú, varðandi í heiminum þá hef ég ekki þekkingu til þess að fullyrða það. En klárlega hafa dunið á okkur meiri áföll við gerð Vaðlaheiðarganga heldur en í öðrum jarðgöngum sem hafa verið gerð á Íslandi. Flest af því sem hefur gerst í Vaðlaheiðargöngum hefur gerst í öðrum jarðgöngum á Íslandi. Við höfum séð annars staðar á Íslandi mikið innflæði vatns, við höfum séð hrun, við höfum séð misgengi og við höfum séð hita í jarðgöngum, þó í minna mæli heldur en í Vaðlaheiðargöngum. En það að þetta gerist allt í sömu jarðgöngunum er svona óþægilegt og er auka óheppni, það er alveg þannig. En þess ber hins vegar að geta, því það er nú svolítið rætt í þessu sambandi að rannsóknum hafi verið ábótavant við áður en að var farið á stað með rannsóknina og framkvæmdina. Þá liggur það alveg fyrir að forrannsóknir fyrir byggingu Vaðlaheiðarganga var algjörlega sambærilegar við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á öðrum jarðgöngum á Íslandi og voru raunar unnin af sömu aðilum samkvæmt ráðleggingum vegagerðarinnar sem er sá framkvæmdaaðili sem hefur staðið fyrir flestum jarðgöngum á Íslandi hingað til. Þannig að það er ekki því að kenna en fjallið hefur verið okkur svolítið erfitt. Þannig að það er kannski takmarkað sem hægt er að rannsaka áður en farið á stað eða hvað? Auðvitað getur rannsóknir á þessu verða alltaf aldrei fullkomnar í þeim skilningi að þú borir því í gegnum gangnaleiðina og þá ertu basically búin að bora jarðgöngin, þannig að þú getur aldrei rannsakað þetta að fullu. En það voru boraðar rannsóknarholur ofan af henni niður í jarðgangnaleiðina, menn sáu alls konar sem þar var. Það var ekkert sem á þeim tíma sem mönnum þótti vera þessi eðlis að það væri ástæða til þess að efast þá gangnaleið sem valin hafi verið og þess vegna fara menn á stað. Nú hefur verið líka töluverð umræða fjármögnunina og hliðina sem kemur að því að allt sé núna að falla á ríkið ólíkt því sem kynnt var í upphafi. Hvernig viltu lýsa svona ykkar hlið á því hvað viðkemur fjármögninni og hlutverki ríkisins í því samhengi? Félagið sem er að framkvæma Vaðlaheiðargöng HF, er að sirka 1/3 í eigu ríkisins og 2/3 í eigu Greiðra leiðar. Greiði leiðir síðan fyrirtæki sem er í eigu sveitarfélaginu hérna á svæðinu og nokkur einkaaðila. Þetta félag er að taka lán hjá endurlánum ríkissjóðs til þess að fara í þessa framkvæmd. Og núna liggur fyrir að ríkið samþykkti að auka þá lánveitingu ofan á það sem ákveðið var 2012 til þess að geta klárað framkvæmdina. Og það að allt falli á ríkið og slíkt, það er alltaf á miklu misskilningi byggt. Það er að segja ef að ríkið tekur ekki ákvörðun það að leysa göngin til sín núna og hafa þau gjaldfrjáls. Ef að það væri ákvörðun ríkisins, sem ég veit ekki til að sé upp á borðum, að þá myndi allt falla á ríkið, eðlilega. En sé það ekki upp á borðum og gert ráð fyrir því eins og hefur alltaf verið lagt upp með að notendur hérna á svæðinu, þeir sem eru gestir okkar, greiði veggjöld fyrir notkun mannvirkisins, þá liggur fyrir að falli eitthvað á ríkið yfir höfuð, sem liggur nú ekki fyrir á þessari stundu, þá verður það náttúrulega miklu lægri heldur en framkvæmdakostnaðurinn á verkinu, augljóslega. En það eru til sviðsmyndir sem hafa verið settar upp, sem eru á þá lund að það er einhverja líkur á því að veggjöldin og rekstur Vaðlaheiðarganga standi ekki undir þeim lánum sem munu hvíla á framkvæmdinni við lok verktíma. Það er alveg til í dæminu, en það eru líka í sumum sviðsmyndum líka ákveðin líkur að það muni standa undir sér. Bara eins og Hvalfjarðargöng væntanlega á sínum tíma. Já, Hvalfjarðargöng náttúrulega voru mjög vel heppnuð framkvæmd og í því tilfelli gekk framkvæmdin afskaplega vel. Það var minna vesen í gangagreiðslum heldur en menn höfðu gert ráð fyrir, öfugt því sem hefur verið í Vaðlaheiðargöngum. Og þetta er eitthvað sem menn eiga erfitt með að vita fyrirfram, en þetta gekk mjög vel þar og afskaplega ánægjulegt. En hins vegar notkun á Hvalfjarðargöngum er langt umfram það sem menn þorðu að spá áður en þeim voru opnuð.
Annað, að því að þú talar gjaldtökuna og sumir hafa sagt að Vaðlaheiðargöng hafa einhvern veginn náð að smeygja sig fram fyrir í röðinni forgang jarðgangagerð. Þar kannski kemur þessi meginmunur á gjaldtökunni og ókeypis jarðgöngum eða hvað? Engin jarðgöng ókeypis. Nei, já, ókeypis fyrir okkur sem að nota þig. Nei, já, ok, gegnur ríkisins. Sko það liggur alveg fyrir að þess að Vaðlaheiðargöng, þau eru byggð núna og þau hafa ekki áhrif á vegafé. Þannig að það tala að þau hafa verið tekin fram fyrir í röðinni, tel ég í þeim út frá minni séu svo ákveðinn misskilningur. Á sama tíma og verið að byggja þessi göngum sem fara í Norðfjarðargöng. Almennt hefur ekki verið að byggja 2 jarðgöng í einu eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er óháð framkvæmd sem nú eru bara til hliðar og vegafé óskert vegna þessara framkvæmdar. En þessi framkvæmd sett á koppinn og mun vonandi vera bæði þjóðhagslega hagkvæm og auka umferðaröryggi og möguleika þessa svæði til þess að fungera sem eitt. Og þá komum við einmitt að því að svo segir því haldið fram, það er verið að eyða þarna allt of miklum peningum í að stytta einhverja leið korter sem skiptir engu máli. Og þá er bara að spyrja þig, er það rétt, skiptir þetta engu máli? Skiptir gríðarlegu máli. Og hvort þetta styttist korter eða 20 mínútur er ekki aðalmálið. Öryggisþátturinn er kannski mál númer 1. Við þekkjum Víkurskarðið sem hefur gert það að verkum að það er ekki eitt atvinnusvæði, ekki eitt þjónustusvæði í Þingeyjarsýslu og Eyjafirði. Hefur greint okkur að. Þessi göng munu breyta meiru á þessu svæði heldur en fólk gerir sér ljóst núna. Ég er algjörlega sannfærður það. Ég held nefnilega fyrir mig allavega persónulega þessi hlið með öryggismálin. Ég hef alveg staðið mig af því oft að vilja bara sleppa því að fara þarna yfir vegna þess að mér finnst þetta bara virkilega óþægileg leið, jafnvel þó hún sé fær, því þetta er bara bratt, það er langt niður, það er í þoku og kannski smá ísingu, þá bara er maður bara með hjartað í buxunum að keyra þessa leið. Það er bara svoleiðis og hún lokast mjög oft og ef við bara skoðum heilbrigðismálin, það er engin fæðingarþjónusta austan Vaðlaheiðar, hún er hér á Akureyri og menn hafa lent í vandræðum með að koma sjúklingum á milli, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, jafnvel á hverjum vetri. Upp í mánuð hefur verið lokaður vegur niður Víkurskarð á einu og sama árinu, yfir vetratíma. Og ekkert langt síðan, 2 ár síðan eitthvað svoleiðis. Og það er jafnvel hægt að sjá það á talningu vegagerðarinnar að í vondu veðrum, jafnvel þegar það er ekki lokað, að þá fækkar eða sem sagt minnkar umferð á svæðinu. Þannig að það er ekki bara ég sem hætti við. Nei, alls ekki. Kona mín er búin að vinna hérna á Akureyri í mörg ár, þannig að ég þekki þetta mjög vel að bara persónulegri reynslu. Og þetta er þröskuldur. Og ef við erum að tala samvinnu sveitarfélaga á hinum ýmsu sviðum, þá er þetta grundvallarforsenda að samgöngur séu greiðar. Þetta þýðir einfaldlega það að áhrifasvæði Akureyrar eða þjónustu brotalína Akureyrar, hún mun færast langt austur í Þingeyjarsveit og opna þessari gangna. Og það er svo margt sem mun breytast. Nákvæmlega. Og öryggisatriði eins og bara eldvarnir með nálægð við atvinnuslökkvilið á Akureyri fyrir stóran hluta íbúa Þingeyjarsveitar. Þetta er gríðarlegt mál. Mér langar svona að koma með lokaspurningu til ykkar beggja. Umræðan hefur verið að mínu mati töluvert einsleit í þá átt að þetta sé algjörlega galin framkvæmd, kosti allt of mikið, illa undirbúin, óþarfi, stytti lítið leiðina og svo framvegis og þetta dynur á manni í gegnum fjölmiðla töluvert. Ég stundum sit allavega því ég hlynnt göngunum, ég bara svo ég tæki það fram, að mér finnst þetta svona ósanngjarnt að þetta sé sett fram með þessum hætti. Hvernig er ykkar upplifun á bara umræðunni almennt? Eru þið sama sinnis? Nei, ég held að umræðan byggist nú ofta á ákveðnum misskilningi og þarna sérstaklega varðandi það sem snýr að mér og því sem ég er að brasi í þessu er þetta að menn setja svo miklu spurningamerki við tilurð framkvæmdarinnar og setja samasemmerki milli þess að núna hefur framkvæmdin raun framkvæmdin gröftur gangnanna verið erfiður út af jarðfræðilegum aðstæðum og þá spegla menn það á það að það hefur verið mjög pottur brotinn við það þegar stofnað var til framkvæmdarinnar. Ég held að þar séu menn svolítið að rugla saman hlutum ef við hefðum ekki lent í þessum jarðfræðilegu aðstæðum þá tel ég þetta verið alls ekki upp á borðu núna og þá værum við líklega með framkvæmd sem myndi borga sig niður á langt umfram upphaflegum tíma. Því að umferð hefur þróast langt umfram það sem að gert ráð fyrir þegar að göngin voru sett á koppinn, reyndar þróast í takt við allra bjartsýnustu spá sem að Vegagerðin var með á þeim tíma
og umferðarstökki sem átti að vera þegar göngin myndu opna hefur raungerst nú þegar án gangna. Já. Þannig að og þau með þá aukast líklega enn frekar þegar þau opna. Ég held að menn sé rugla þessu saman. Já. Ég held að ég er sammála að þetta verði afskaplega þörf og góð framkvæmd og muni nýtast okkur mjög vel og ég er ekki jafn svartur og margir á það að það muni muna miklu á því sem að til kosta og það sem að veggjöld geta staðið undir. Þú sama sinnis? Ég er alveg fullkomlega sammála þessu og við megum heldur ekki gleyma að þegar þessi göng koma til þá eru þau sko liður í umfangsmiklum aðgerðum til atvinnu uppbyggingar á þessu svæði. Það er grunnurinn. Og svo uppbygging sem er í gangi hefði ekki orðið ef að ekki hefði verið farið í göng, ég vissi það. Takk fyrir spjallið, herra minn. Það verður gaman að fylgjast með þessu og það verður eftir örugglega einhver áratugi sem við getum farið endanlega yfir þetta allt saman. Göngin hins vegar verða væntanlega opnuð á haustdögum að ári. Ég hlakka að minnsta kosti til að borga mig í gegn. Höldum áfram eftir augnablik.